Textinn okkar í kvöld úr Jósúabók, 24. kaflanum. Mörg vers, sjá hvað við lesum mörg. Það byrjar í 14. vers og áfram. Óttist til drottinn og þjónu honum að fullkominni trúmennsku. Kastið burt guðunum sem forfeður eða þjónuðu handan við Efrat og í Egyptalandi. En líki ykkur ekki að þjóna drottni. Kjósið þá í dag hverjum þið viljið þjóna. Hvort heldur guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu handan Efrat eða guðum Amoríta, en í landi þeirra búið þið nú. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Fólki svaraði og sagði það sé fjarri okkur að yfirgefa drottinn til að þjóna öðrum guðum. Drottinn er guð okkar, hann leiddi okkur og forfeður okkar frá Egyptalandi og þrælahúsinu. Það var hann sem gerði þessi miklu tap fyrir augum okkar, hann vendi okkur að allir þeirri vegferð sem við höfum lagt að baki og fyrir öllum þeim þjóðum sem leið okkar lá meðal. Og drottinn rýmdi úr vegi okkar öllum þjóðum þeirra meðal Amorítum sem bjuggu í landinu undan okkur. Við munum einnig þjóna drottni því að hann er guð okkar. Þá sagði Jósúa við fólki, þið getið ekki þjóna drottni, hann er heilagur guð, vandlátur guð, hann mun ekki fyrirgefa ykkur afbrot ykkar og syndir. Ef þið yfirgefið drottinn og þjónið framandi guðum mun hann snúa baki við ykkur og senda böl yfir ykkur og tortím ykkur, þótt hann hafi áður reynst ykkur vel. Fólki sagði við Jósúa, nei, við viljum þjóna drottni. Þá sagði Jósúa fólki, þið eru vitni þess gegn sjálfum ykkur að þið hafi sjálf kosið að þjóna drottni. Fólki svaraði, já, við erum vitni þess. Kastið frá ykkur þeim framandi guðum sem menn á meðal ykkar, snúið hjarta ykkar til drottins guðs Ísraels. Fólki svaraði Jósúa, við viljum þjóna drottni guð okkar og hlýða boðum hans. Á þeim degi gerði Jósúa sáttmála við fólkið og setti þeim lög og rétt í Síkem. Jósúa skráði öll þessi ákvæði í lögmál Guðs. Þínast tók hann steinmikinn og reisti hann þar upp undir eikinni sem er í helgidómi drottins. Síðan ávarpaði Jósúa allt fólkið, þessi steinn skal vera vitni gegn okkur, því að hann hefur heyrt öll orðin sem drottin hefur talað til okkar, hann skal vera vitni gegn ykkur svo að þið afneitið ekki guði ykkar. Síðan lét Jósúa fólki fara, hver til síns herðalands. Þetta er eina mögnuðum sögum Gamla testamentisins og forsagan er að sjálfsögðu flóttinn úr Egyptalandi, þar sem að Guð leiddi þjóðina í gegnum eyðimörkina, í gegnum hættur óvinaþjóðana, í gegnum aðrar hættur sem þau mættu á leiðinni. Og svo var komið að fyrirheitna landinu og Guð gaf þeim sigur yfir óvinum þar. Og þegar hér er komið því verki lokið í raun og veru og Jósúa er að fara að kveðja fólkið, hann vil skilja við það, skilja það eftir með mikilvægan boðskap og brýna áminningu og byrjar á því að rifja upp hvernig drottinn hefur leitt þjóðina áfram og þjóðin heldur áfram og rifjar það upp með Jósúa. Hvernig Guð gaf þeim sigur, hvernig Guð rýmdi burt óvinunum, hvernig hann fór á undan og þau rifjuðu þetta upp eins og við sjáum reyndar oft í Gamla testamentinu að menn rifja upp dáði drottins einmitt til þess að styrkja trúna, til þess að eflast í trúnni og eftirfylgdinni og samfélaginu við drottinn. Þau voru komin til landsins sem drottinn hafði gefið þeim og þar með var stríðið búið í bili. Og þar með var líka auðvelt að fara að gleyma, verða værukær og láta sambandi við drottinn hætta að skipta mestu máli. Þess vegna eru þessi orð, þessi hvatning, þessi áskorun hjá Jósúa að kjósa hverjum þau vilji fylgja svo mikilvæg. Þegar við veltum fyrir okkur sögunni og gangi allra hluta, þá getum við skoðað söguna með ýmsum augum. Ég lærði sagnfræði 2 ár í háskólanum og þar var reynt að skoða söguna með augum vísindamannsins, þar sem menn áttu að vera sem hlutlausastir og það var reynt að
að draga upp mynd af því hvernig málin hefðu þróast áfram og jafnvel hvers vegna. Og í sagnfræðinni ekki rými fyrir Guð, því að vísindin þau ganga út frá lokaðri heimsmynd og þá aðeins mannlegi þátturinn inn í myndinni. Og þetta reyndar einkenni á húmanisma samtímans, að það aðeins mannlegi þátturinn inn í myndinu og menn skoða bara heiminn með mannlegum augum. Hin leiðin að skoða söguna með augum trúarinnar, með andlegum augum okkar, og það þannig sem Biblían skoðar söguna. Þannig sjáum við hvernig Drottinn hefur leitt hlutina áfram, hvernig Drottinn hefur verndað og varðveitt, hvernig hann hefur gefið sigur. Og við getum líka að skoða Íslandssöguna með þessum augum, hvernig Drottinn hefur leitt þessa þjóð áfram, hvernig hún hefur verið blessuð á margan hátt vegna allra þeirra sem bjuggu í landinu, sem héldu sig við orð Drottins og sem ræktuðu bæn og trú sína á hann. Og það mikilvægt að við skoðum bæði söguna og samtímann og okkur sjálf með þessum andlegu augum og látum ekki glepjast bara þessari heimssýn þar sem ekki rými fyrir Guð og hans verk. Það bara ein leið til að skoða heiminn, aðeins ein leið til að átta sig á tilverunni og gefur okkur aldrei alla myndina, því það ekki rými fyrir Guð og máttarverk hans. En við sem þekkjum orð Drottins vitum það að við höfum orðið til að upplýsa okkur, til að opna augu okkar og heilagur andi vill gefa okkur þessa andlegu sjón og andlegu sýn. Og alveg svo við getum skoðað heiminn með tveimur augum, þá hægt að benda oft á tvær leiðir og kannski fleiri en tvær leiðir. Og þannig var með Jósúa, hann bað fólkið að gera upp við sig, hverjum það vildi fylgja, hverjum það vildi þjóna og hverjum það ætlaði að tilheyra, ekki bara þar að þá heldur líka ókomin ár. Billy Graham hefur predikað í marga áratugi og lagði alltaf áherslu á þetta með að velja. Við þurfum að velja og hann hefur talað þetta í ýmsu samhengi og bent á það að líf okkar í raun og veru niðurstaðan af margs konar vali sem við höfum gert í gegnum tíðina. Og örlög okkar í eilífinu verður niðurstaðan af því hvernig við völdum í þessu lífi. Og við vitum það sjálf að við þurfum oft að taka alls konar ákvarðanir, sumar eru ómerkilegar, hvort ég átt að fara í þessa skipt í morgun eða einhverja aðra, en aðra geta skipt mjög miklu máli og geta skipt sköpum fyrir mann sjálfan og framtímans. Við sem vorum á þessari GLS ráðstefnu helgina vorum minnt á það að stundum getur hálf mínúta skipt öllum máli það hvernig framhaldið verður. Ef við komumst í erfiðar aðstæður, þá geta viðbrögð okkar og orð okkar ráðið því hvort að okkur tekst að halda áfram í sátt og samlyndi við aðra og vinna saman, eða hvort að allt fer inn í vaskinn og allt frýs og illindi og jafnvel bitur og særindi taka yfir. Og það var að hvetja okkur til þess að vera viðbúin og hvernig, ef við berum ábyrgð á einhverju samtali, hvernig við getum reynt að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að samtalið leiðist í rétta braut. Við þurfum að velja það í raun og veru ákveði fyrirfram. Hvernig við ætlum að tala við þennan ákveðna einstakling eitthvað erfitt mál. En við þurfum ofta að velja og þannig var líka með Jósúa og Ísraelsmenn, þeir þurftu að velja. Og við sjáum að niðurstaðan var þessi góða niðurstaða, þar sem að menn sögðu, ég og mínir ættmenn viljum þjóna Drottni og líðurinn sagði já, við viljum þjóna Drottni, nei, við viljum ekki þjóna þessum hjáguðum sem að nágrannaþjóðirnar tilbáðu og höfðu gefið líf sitt. Og hvað þá með mig og hvað með þig, hvað með okkur? Tökum við undir þessa játningu? Hvað þýðir þetta að segjast vilja þjóna Drottni, óttast hann og þjóna honum?
Hvernig er líf mitt og hvernig er líf þitt? Hvernig ætlum við að lifa því lífi sem við eigum eftir, hvort sem það er langt eða stutt? Hver á að skipa fyrsta sæti í lífi mínu og hverjum ætla ég að þjóna umfram annað? Ísraelsmenn fengu þessu leiðbeiningu: kastið frá ykkur þeim framandi guðum sem enn er á meðal ykkar. Snúið hjarta ykkar til drottins Guðs Ísraels. Og fólkið svaraði Jósúa: við viljum þjóna drottni Guð okkar og hlýða orðum hans. Ég býst við því að við öll sem hér erum höfum staðið frammi fyrir þessu og höfum gert upp við okkur: við viljum þjóna drottni. En við vitum líka marga sem hafa byrjað vel og endað í raun og veru illa. Og þannig fór fyrir mörgum Ísrael. Það var margir sem byrjuðu vel og enduðu illa. Og þegar við lesum áfram eftir Jósúa bók, þá sjáum við að þetta var stöðubarátta, stöðugt val það hverjum ætti að þjóna í raun og veru, og oft þá völdu menn annað heldur en að þjóna drottni og elska hann eða óttast hann. Og alveg eins og Ísraelsmenn þurftu að glíma við sínar hættur, þá þurfum við líka að glíma við okkar hættur í okkar eigin lífi. Og þar má örugglega tína til margt. Fyrst langar mig að nefna það að ein hættan er bara við sjálf. Við sofnum á verðinum og gleymum því að hjálpræði er gjöf Guðs og við þurfum á Jesú Krist að halda. Og meðvitað eða ómeðvitað þá förum að hugsa sem svo: þetta er allt í lagi. Það er í lagi með mig. Og við förum að kannski óbeint að treysta okkur sjálf. Því miður eru margir út í samfélaginu sem að einmitt treysta á sjálfa sig þegar það kemur að lokum lífsins. Hjá sumum er það hreint og beint að þeir þekki ekki Jesú. Hjá öðrum er það vegna þess að fólk hefur ekki séð þörf sína fyrir hann, eða ekki meðtekið eða skilið fagnaðarerindið. Og það er alltaf þessi hætta fyrir okkur að við förum að treysta okkur sjálf og förum beint eða óbeint að hugsa með sjálfum okkur: ég er nú allt í lagi, það er í lagi með mig. En það er aldrei í lagi með okkur. Við þurfum á Jesú Krist að halda alla daga. Það er aðeins hann eitt sem kemur okkur í lag og það er aðeins hann eitt sem heldur okkur í lagi. Með því að við fáum að lifa undir náð hans frá degi til dags. Þess vegna tala líka orð það að við prófum okkur sjálf. Hvar við stöndum, hvernig við hugsum og á hvað við setjum traust okkar. Og traust okkar þarf að vera á Jesú. Og við þurfum að gæta hjarta okkar. Varðveit hjartaðið umfram allt annað, því þar eru uppsprettur lífsins. Það er svo margt sem vil fylla hjarta okkar og þar að meðal getum við farið að fylla á okkur sjálfum, okkar eigin verkum, okkar eigin framlagi, okkar eigin elsku. En við höfum ekki til að halda í nema Jesú sjálfa. Önnur hætta sem við mætum er það að við lifum bara allt og þægilegu og góðu lífi hérna á Vesturlöndum og hér á Íslandi. Efnishyggjan er svo sterk og lífið er svo tiltölulega lítil barátta að okkur hættir til að sofna á verðinu. Og áhyggjur heimsins geta svo auðveldlega yfirtekið, sérstaklega áhyggjur vegna peningar, annarkvort að þau eigum of lítið af þeim eða þau eigum of mikið af þeim. Það er alltaf þessi hætta að við höfum að hugsa sem svo að þar sé lausnin að finna. Og það er alltaf þessi hætta að við höfum að treysta á annan Guð sem að Biblían kallar Mammon. Og Páll benti á það í bréfi sínu til Tímóteusar að fégirndin væri rót alls þess sem ills er. Það er svo margt í samfélaginu og svo margt sem að eru bundið af efnishyggjunni í þessu samfélagi sem við búum í, að það er bara svo auðvelt að láta gleypjast. Það er svo auðvelt að verða aftur blindur. Það er svo auðvelt að tapa sýninni á Jesú og verða upptekinn af einhverju allt öðru
ekki endilega hefðbundnum hjáguðum, en ýmsum öðrum hjáguðum sem að svæfa okkur, sem að leiða okkur þannig smá saman frá Jesú Kristi. Við þurfum að passa okkur á því að við eigum peningar okkar og við eigum eignir okkar, en ekki að eignir okkar og peningar okkar eigi okkur. En stundum kannski stutt í það. Það þurfum að biðja náð og varðveislu frá því að það gerist ekki í okkar eigin lífi. Og eitt ætla ég nefna sem getur leitt okkur frá Drottni, og það ótti, áhyggjur og kvíði. Eins og ég skil orðið þá áhyggjur og ótti ekki frá Guði komið. Heldur það frekar frá óvinunum komið. Og áhyggjur og kvíði og ótti við hvað sem getur hæglega hindra verkvísi líf okkar og rænt trúnni frá okkur. Það getur verið ótti og kvíði fyrir einhverju smávægilegu eða fyrir einhverju stóru eða fyrir dauðanum sjálfum. Og við þurfum að koma með ótti okkar, áhyggjur og kvíða frammi fyrir Drottinn. Við þurfum að skoða hug okkar og hjarta, af hverju þetta ráðandi í líf okkar? Af hverju ég upptekinn af þessu? Og fá þannig vonandi hjálp til þess að varpa áhyggjum okkar á Drottinn. Verið ekki áhyggjufull neitt, segir í orðinu í Filippíbréfinu, heldur gjörið í öllum hlutum óskir ykkar kunnir Guði, bæn og beiðni ásamt þakkargjörð. Og hvað svo? Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi, fylli huga ykkar og hjarta. Friðurinn andstæða óttans og Guð vill fylla okkur af friði sínum, og einkenni þess að við eigum trú og traust á Drottins friður hjartans. Við eigum frið innra með okkur og áhyggjurnar og óttinn yfir hinn og óþekkta nær ekki yfirtöku. Við lifum í frekar ótryggum heimi. Við lesum stríð og við lesum sjúkdóma og við lesum allt mögulegt í fréttum og heyrum. Og það gosaustur á landi sem að menn búin að vera að reyna að fá til að gjósa það sem vestan hátt, en hefur ekki tekist ennþá, þrátt fyrir alla vísinda þekkingu. Það ekkert voðalega tryggt að búa á Íslandi. Þó sem sé öruggt á margan hátt. Og það ekkert voðalega tryggt og öruggt að búa í þessum heimi. Þannig það auðvelt að fyllast áhyggjum og kvíða. Og við út í heimi þarf kristið fólk að glíma við það að vera ofsótt vegna trúar sinnar. Og við mörg eftir að sjá meiri tilburði í þá átt hér á landi líka, á komandi árum eða áratugum. Hvar fríður okkar við þessar aðstæður? Hvar traust okkar? Einhverjar áhyggjur, einhver ótti, einhver kvíði í lífi mínu sem yfirtekur og rænir mig trú minni, trausti mín á Drottinn og þeim friði sem að hann vill að ég lifi í. Og það sem getur hjálpað okkur einmitt að gera það sem að Jósúa og hans fólk gerði á sínum tíma. Það var að rifja upp dáðir Drottins. Bæði með því að lesa í Biblíunni og rifja þannig upp og leyfa þessum dáðum Drottins að tala til okkar, og líka að rifja upp dáðir Drottins í eigin lífi. Hvað hefur hann gert fyrir mig? Hvernig hefur hann leitt mig? Hvernig hefur hann varðveitt mig? Hvernig hefur hann styrkt mig? Og biðja Drottinn síðan að rýma úr veginum því sem að hindrar trú okkar og nái samfélag við hann. Það margt sem að getur leitt okkur frá Drottni, en Drottinn þrá við lifum nálægt sér í trú á sig og í trausti, og að nærvera hans hluta okkar daglega lífi. Að fríður hans eitthvað sem við reynum og eigum innra með okkur og sem knýr okkur áfram frá degi til dags. Og mér langar í lokin að lesa hér úr Hebreabréfinu 12. kaflanum, fyrstu versin. Fyrst við erum umkringd slíkum fjölda votta, léttum þá af okkur allri byrði og viðloðandi synd og þreytum þolgóð það skeið sem við eigum framundan. Léttum af okkur allri byrði.
og viðlóðandi synd og þreytum síðan þolboð þess bið sem við eigum framundan. Beinum sjónum okkar til Jesú, höfundara og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolinmæði á krossi og mat smán einskis af því hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar á stóli Guðs. Í þrengingum lífsins megum við minnast þeirra gleði sem hann býður okkar. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndum, til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Við erum að virða Jesú fyrir okkur, hafa hann fyrir augum okkar, til þess að við látum ekki glepjast, til þess að við látum ekki þreytast, til þess að við látum ekki hugfallast. En sem komið hefur barátt eitthvað við syndina, eitthvað kostað ykkur lífið, hafið þið gleymt hvernig Guð hvetur ykkur eins og börn sín og síðan fer hann að tala hérna agan. En það ágætt að hafa þessi orð í huga og leyfa þeim að búa með okkur þegar við höldum heim í kvöld, að við beinum sjónum okkar til Jesú og virðum hann fyrir okkar með okkar andlegu augum og við rifjum allt það góða sem hann hefur fyrir okkur gert. Þannig að við getum auðveldar haldið fast í hann og fyllst af friði hans og þar með losað okkur við áhyggjur, ótta og kvíða og annað sem vil ræna okkur gleði og friðnum sem við eigum í samfélaginu við hann. Skulum biðja saman. Drottinn, við þökkum fyrir að þú talar til okkur í orði þínu. Þakka fyrir það að þú hvetur okkur til þess að velja, til að kjósa þig og til að halda okkur fast við þig og til að horfa til þín í öllum aðstæðum lífsins. Í smáum málum og stórum að setja traust okkar á þig. Viltu varðveita okkur á vegi trúarinnar og í samfélaginu við þig. Gefa okkur styrk og kraft og gleði og frið og hjálpa okkur til að halda fast við þig. Þú blessa okkur eitt og hvert og gefa okkur að upplifa nærveru þína og frið í okkar eigin lífi. Og við byggjum líka fyrir starfi Kristniboðssambandsins, bæði hér heima og út í heimi. Byggjum fyrir samkomum og samverum, fyrir biblíuskólanum, fyrir vefsíðunni, fyrir blöðunum okkar, fyrir öllu efni sem við höfum sendt frá okkur, fyrir Kristniboðsalmanakinu. Við byggjum að þetta megi allt vera vitnisburður um þig og hjálpa fólki til að beina sjónum sínum til þín. Við byggjum líka fyrir basarnum, fyrir jólabasarnum og laugardaginn, fyrir annarri fjáröflun og öðru sem unnið til þess að starfið geti gengið eins og vera ber. Þakka þér fyrir alla sem að styðja við starfið með einum öðrum hætti. Og við byggjum Drottinn að þú blessi starfið í Eþíópíu og í Keníu og í Japan. Byggjum fyrir leiðtogum kirknan á þessum stöðum. Þakka þér fyrir Jónas og Ingibjörgu sem að koma heim og Skúla og Kjellrónu sem líka að koma heim og búin að vera út undanfarnar vikur. Þakka þér fyrir það verk sem að þau gátu unnið og vilt þú fylgja því áfram eftir í lífi þessar einstaklinga sem að þau störfuð á meðal og viltu blessa þeirra heimkomu alla. Byggjum að þú vakir sérstaklega yfir starfi Sat7 sem við heyrðum í kvöld. Byggjum að þú blessir allt starfsfólk stöðvarinnar, bæði á Kýpur, í Egyptalandi, í Líbanon og annað staðar þar sem við erum. Byggjum fyrir dagskráni sem framleidd byggjum fyrir öllu sem horfa, byggjum að úthellum þínum heilaga anda Drottinn, svo fólk sjáu þig, upplifi þig og eignist trúa þig gegnum þetta mikilvæga starf sem Sat7 er. Þakka þér fyrir að við fáum að vera hluta þessu starfi, byggjum að allt starfið megi vera unnið þér til dýrðar. Byggjum fyrir kristnu fólki í þessum löndum, sérstaklega þeim sem eru ofsótt í Sýrlandi og í Írak. Vilt þú vera vörður þessa fólks? Vilt þú vera styrkur þeirra? Vilt þú leiða þau út úr hremmingum þeirra og vera þeim nálægur og miskunna þeim? Þannig leggjum
fyrirgef okkur og alla sem okkur eru kærðir í þína hendur og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldarækir. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.